Já, hæ tvíburar. Það er gert spá fyrir ykkur. Hvað í svona ykkar energy, hvað maður búist við eða eitthvað sem kemur bara hjá okkur. Og já, ég setti Andean Pan Flute Meditation Music. Music to heal the soul and calm the mind. Og það er svona sem segir mér að þið verði svolítið í þessu að já, svona betri jafnvægi og svona góðu andlega jafnvægi með þess að líka. En já, þið eru búin að ganga í gegnum sko svona eitthvað konar test og þetta gæti verið test sambandi við samband og svona, já, peningalega og líka svona með samskipti við annan fólk líka kannski. En þið fengu Magician mikið og það eru bara þið sjálf. Það er þú sjálfur eða sjálf. Og það gæti verið sko, að þið eru kannski það sem þið hugsið, þið manifesta svolítið og þið eru búin að vera svolítið svona, já, draga okkur tilbaka og hugsa hvað þið viljið úr lífinu og svoleiðis. Eða svona með framhaldið. Því Magician svolítið, með tólin sín og svona hvað að gera, að plana, skipuleggja og eitthvað svona og það þú gæti líka varðandi ykkur að vinnu eða eitthvað og með samstarfi með öðrum, það getur verið að þurfa að vera að vinna með ykkur um öðrum svona svolítið þannig. En ég ætla að fá eitt orgelspil fyrir tvíbura. Hvað animal spirit fyrir tvíbura núna? Hvað animal spirit fyrir tvíbura núna? Já. Og eitt fyrir tvíburan. Þessu vildi bara fara út hérna. Pathfinder. Úlfurinn. Release your past and start new journey. You are a teacher and help others find the way. There will be a challenge, but your soul is strong. Perseverance is your secret power. You have a love that endures. Þið hafið svo mikið að gefa og getur leiðbeint öðrum og hjálpa öðrum líka gegnum margt. Og þið eru kannski svolítið líka bara að finna sjálfan ykkur. Hafið verið svolítið eins og The Lone Wolf. Svona dreigur tilbaka, svona bara verið í svona bara með sjálfan ykkur. Já, það fá eitthvað meira fyrir tvíburan. Það er að sjá, heyra og vita með framhaldið. Það er að sjá, heyra og vita með framhaldið. Prosperity lies ahead, New Moon in Taurus. Time to release negativity, sportryggi og naut. The answer you need is coming. Þannig að tvíburinn. Og það segir mér það að það er svona eins og transformation. Peningalega séð. Þeir eru búin að ganga gegnum kannski eitthvað challenge með varðandi peninga
og stöðuleika eða eitthvað svona í kringum okkur gæti verið líka bara svona andlega líka sko. En mér fannst eins og að þið eru bara svona svolítið að koma til sjálfs eitthvað bara núna og það svona nýr svona nýtt að koma inn, það bara þið fengu þetta Prosperity Lies Ahead og það getur verið eitthvað samt við apríl-mæ. Sko fá hérna meira á hvað samt við ástina líka. Hvað þarf að týpurinn sjá hægri og vita? Ég myndi segja að þið eru að koma svolítið úr svona isolation svona, og verður svolítið svona meiri jafnvægi og þið eru bara svolítið að ákveða núna ef þið eru svona single, þá eru þið bara svolítið að ákveða svona hvar þið viljið svona og hvað þið viljið í sambandi og svona og jafnvægi og þið verðið svolítið meira ef það ert í sambandi þá er bara svona meira jafnvægi heldur en hefur verið kannski. Hver eru komin hjá týpurunum. Já, það er nýbyrjun og eitthvað new start, King of Coins, nautmeður, steingeit. Það er eitthvað svo mikið nýtt af öllu sko. Getur verið sko, þú sérst að fara að gera eitthvað svona bæta á þig eitthvað eða það getur verið eitthvað samt við vinnu sem eftir að koma gott inn. En svo getur verið að sé eitthvað að koma inn hérna líka sem að vill ef þú ert single bara samband og gefa þér eitthvað. Getur eins og manneskja sko eigi sko hús og er með allt til staðar. Það er svona eins og bara ný byrjun og þetta er, þú veist að sjá hérna á vöndin að það er svona alltaf að vaxa hérna eitthvað svona nýtt eitthvað. Þau voru svolítið hérna en þetta kom reyndar öfugt, það er svona að sé þetta er eitthvað sem að hérna þeir eru að yfirstíga og þeir eru svona svolítið bara svona meira self-aware svona með hlutina í kringum heldur en voru. Þau voru kannski svolítið svona í einhverju svona illusion, einhverju svona gátu ekki alveg svona fyndið ykkur. En ég finn eins og þetta sé svona næstuna er þetta bara svolítið þannig að þeir eru að manifesta það sem að þeir hugsa að þeir eru að passa að vera ekki í einhver svona neikvæðni. Það er bara halda ykkur við og vera jákvæð. Það er hérna nýtt tímabil að koma inn. Hvað meira fyrir já, ég ætla að fá eitt hérna á þessu og lesa á rúnanum mínum
fyrir tvíburan. Þið fáið Taui. Númer 2 eða 11 og þetta er það voru eins og nýbyrjun og stöðugleiki. Taui er eitthvað, ég veit ekki hvað það þýðir, það er eitthvað kínversku eða eitthvað. Og svona eins og mér finnst ég á okkur tvíbura þá er svona næstunni eru þau bara svolítið svona creative og þeir eru svona í þessum múti og þeir geta farið að læra kínversku þess vegna. Það er þetta sem er yfir ykkur núna og já, við skulum lesa hérna númer 11. Taui, friður. Þú ert í góðu jafnvægi og yfir þér ríkir friður. Líkami og sál vinna vel saman og þú átt að geta náð góðum árangri þegar svo er. Þessi sexleið er mjög jákvæð og skapandi og búið að grósku á mörgum sviðum. Tími friðar og yfirvegun fer í hönd. Já, þetta er bara alveg svo ég var að segja eiginlega bara. Þetta er svolítið svona sem er svona framundan og þetta er þessi transformation á ykkur. Og þið googlið bara Angel Number Meaning númer 11 eða þá númer 2. Hvað meira fyrir tvíburan, hvað er hann að vona að sjá og vita. Temptation og Destiny. Triumph Success. Þið fáið ykkur fréttir með eitthvað. Þetta er eitthvað sem ykkur langar í og ykkur er ætlað og það er eitthvað svona, temptation er eitthvað svona, þetta er devil og það er hérna stengitinn og þetta er eitthvað sem að ykkur, þið er búin að vera að langa í og vilja gera og eitthvað fleiri og að það kemur þetta Destiny saman. Mér finnst eins og það sé að koma eitthvað sem ykkur eru ætlað og svona, já, sé eitthvað koma eitthvað svoleiðis inn. Gæti verið að sé að díla við eitthvað sem er í stengitinn líka og það er naut og sportariki. Það þarf tvíburan sjá að vita, það er von á næstunni. Þetta er King of Pentacles. King of Swords. Þetta kannski getur verið líka bara ykkar energy að þið verður svolítið ákveðin að hérna svona fá ykkar fram og þið eru svolítið kannski verður svolítið svona material bara svona þetta getur verið snúist peninga og ná okkur fram, ná okkur árangri og eitthvað fleiri sko.
Það er nautmey og steingeit og tvíburi og vatnsberi. Gæti verið eitthvað hjá einhverjum, kannski eitthvað síðan í desember, eitthvað svona sem hefur búin að vera að fara svona í gegnum eitthvað yfir í sem mistletoe hérna. Og þetta er eitthvað, ykkur hefur fundist þetta sé eitthvað svona eitthvað að læra af einhverju og þeir kannski verið að hvött eitthvað líka úr eitthvað lífi og svona að gera eitthvað breytingar. Og svo kemur death hérna. Death er eitthvað svona transformation og gera eitthvað breytingar, já. Þeir eru kannski ómikið í ykkur boundaries hérna. Já. Hvað meira fyrir tvíbura, hvað þau eru að sjá og heyra og vita, hvað er að vona. The Magician. Five of Wands. Mér finnst eins og þeir, það ég sé ekki svona miklar eitthvað svona samt við svona, þeir eru svolítið svona að nota logic, frekar tilfyllingar eitthvað og eru svolítið í þessu svolítið framöndan, þú veist að hugsa rökrétt, þú veist ekki láta neitt vaða yfir ykkur og eitthvað svona og læra á svona einhverju gömlu svona leksíu eitthvað og sem þau hefur brennt ykkur á. Hvað meira fyrir tvíburan, hvað ég vona og vita. Hvað var hérna eitt viðbót? 5 og 5, já. Þeir eru svona að losa sem að hefur verið lakk í eitthvað lífi. Og það er bara staðráðin því, og þetta er eitthvað sem það er bara, verður svolítið piece of cake fyrir ykkur. Og hvað meira, já, hvað með ástina, hvað ástalífinu, hvað það er að vita fyrir tvíburan. Healthy choices, paradise. Making healthy choices in love and life, self-love, self-care, being happier, happiness, þetta er paradise hérna. Expansion, joy, playfulness, oneness, enjoying each other. Mér finnst, ég fann bara strax eins og, þetta er eitthvað ferðalag sko. Og þegar það er hérna pálmatré, það er svona utanlandsferð eða eitthvað, en það er allavega, þú veist, góða ákvörðun svona sem þið takið. Keys on the ring, many option, decision on constant string along, one night stand. Og þetta getur verið algjörlega nýr gæti verið líka að þetta sé eitthvað manneskja sem þið eru að hugsa til sé kannski að koma aftur og þetta er eitthvað manneskja sem að þið hafi verið svona fram og tilbaka með eitthvað svona hef kannski farin eitt áfram og þið kannski svona já, þið eru að taka svona bara ákvörðun
þessi manneskja er að taka svona ákvörðun að gera eitthvað meira með þér og kannski vona því að ég sá hérna og þetta gæti líka að verða hérna að einhverju addiction eitthvað vill laga eitthvað sem hefur verið ekki alveg að gera gott. Codependent, obsession, possession, controlling, has a block, restraint. Og það hefur kannski haft áhrif á sambandi og það er eitthvað svona tilbúin að laga það eitthvað. Það hamarinn er komin og Kopikov líka sko og það er eitthvað sem vill koma og ræða málin og laga eitthvað. Meeting and conversing, self-learning the moment, feeling uplifted friendship. Svo erum við Alice Wonderland hérna líka. Hvað það er fyrir tvíbura að sjá hér og vita sambandi við ástina. Five of Wands. The Lovers. Fyrir tvíburan hver sá hér að vita The Sun. Já, ef þið eru svona kannski single núna þá er þetta svona eitthvað að koma tilbaka. Þetta er eitthvað kannski sem þið þekki líka. Og þeir eru svolítið svona, það er svona konflikt líka hjá þér tvíburi að velja. Svona, það hefur kannski ekkert verið svona eitthvað þannig að þú hefur getað valið eða eitthvað fyrir þess. Það er eftir að breytast. Og þú ert alveg svona tilbúin að henda þér í nýju byrjun og prófa eitthvað nýtt sko. Prófa og ef þú ert í sambandi þá ertu bara svona tilbúin að fara í eitthvað svona challenge og bara svona prófa eitthvað nýtt, fara eitthvað, gera eitthvað og svona gera, breyta upp úr einhverju. Og meira fyrir tvíburan, þá erum við að sjá hér og vita fyrir það sem er að koma inn þeirra energy, Ten of Pentacles. En ég get ekki annað að segja að það er allavega þú verður þarna Ten of Pentacles er bara stöðugleiki, sátt, fjölskyldulíf og allt svoleiðis sko. Getur verið kannski að fá þér nýjan stól eða sófa kannski eða eitthvað. Allan mjög eitthvað svona comfy eitthvað. Eitthvað svona cozy. En hver er að koma inn hjá tvíburunum? Knight of Wands, Queen of Wands, getur verið hrúturlóna bóðamaður. Það er allan að verður svona framhaldið svona passionate og eitthvað svona ástríðufullt eitthvað í gangi sko. Og það er eins og nýbyrjun og það getur verið sko, já, að þú sko tvíburi eigi erfiðleikum svona að vita hvað þú vilt eða eitthvað
og það er bara eins og að allt sem þú tekur við fyrir hendur og getur þú manifestað, en að þú manifestar ekki með því að gera ekki neitt. En það er, sérðu bara framhaldið, það er bara eins og það gæti verið einhver ljónsmerkin líka kringu þær. Þetta er ekkert sem það verður að taka áhyggjur af. Og þið fengu líka fúlirna, það er svona nýbyrjun okkur og þetta er allavega tilbúin að taka einhverja áhættu taka svona, já, prófa nýtt. Og svona, já, hvað er komið með 26. Ég fá kannski 1-2 verður loka. Queen of Swords, Independence, bara koma 2. Já, það gæti verið hjá sem einhver sé ekki alveg svona tilbúin kannski að taka svona ómiklu áhyggjur, ómiklar áhættu á kannski með tilfinningar sinna. Þú verður svolítið kannski svona að passa upp á tilfinningar þínar, týpari. Svona. En já, þetta er eitthvað saman til það, en það verður breyting á því að kemst yfir þetta skref. Eitthvað. Ég ætla að láta þetta duga fyrir ykkur tvíburar. Bye!